Arnar, eitthvað segir mér að verði bara meira gaman fyrir mig að taka viðtal við núna en eftir fyrsta leikinn. Já, maður er bara alltaf ánægður þegar maður vinnur, það er alltaf þannig. Það er bara þannig. En sko, ef að ég hefði átt að setja peningin minn undir fyrir þennan leikikvöld, þá hefði ég alltaf veðjað á ykkur eftir. Þetta er trikk í staða fyrir Grindavík, eða ekki, og bara fyrir lið sem er í þessari stöðu. Það er sigurhátti kannski vænt annað. Er þetta eitthvað sem að þið nýttið ykkur, þú veist? Nei, ég var ekkert að velta fyrir mig hvað þú ætlar að veðja á sko fyrir leikinn. Ég veit það var ekki myndaður upp í klefa. Ég veit. Nei, við pældum ekkert í því, þú veist, ég er ekkert rosalega mikið í einhverjum, þú veist, við erum bara að reyna að gera hlutina betur og þú veist, og við gerðum aðeins betur í dag, en þetta er bara leikur sem við geta farið hvora með sem var eins og eiginlega báði leikir eru búin að vera hingað til. Þetta er bara hnífi upp lið, þetta er krefjandi. Já, það hefði væntanlega verið skrítið niðurstaða fyrir þig ef að þetta hefði bara farið 3-0-2 jöfn lið bara þetta getur farið, þeir geta alveg unnið okkur 5 sinnum í röð og við getum unnið á 5 sinnum í röð og það út í hefði farið. Þetta er bara, þú veist, við erum að keppa við það oft í vetur og þeir snýtt okkur hérna einhvern tíman í nóvember eða eitthvað. Þú veist, við erum okkur með bara, á því mér fannst 50 stigum. Og með þess að mannekla vantaði mann þeir bara snýtt okkur þá, en eftir það er allir leikirnir búin að vera, held ég, bara eitthvað innan við 5 stig. Þannig að það er bara raunveruleg. Þannig að ekkert í þínu uppliki fyrir leikinn, strákar. Þeir eru komnir, þeir finna, þeir sjá titilinn, það er örugglega komið sigurhrótið, ekkert svoleiðis. Ertu alveg heiðarlegur við mig? Já, við reynum bara að hugsa okkur og einbæta bara því sem við getum gert og það var svona markmið. Þú veist, mín tilfinning í hálfleik, af því þetta var jafn leikur, þá einhvern veginn hafði ég á tilfinninguna að þá myndi Grindavík jafnvel bara taka þetta með þess að 2 töffara, Kane og Parko. En hvað, þið einhvern veginn takið stjórnina alveg í seinni hálfleik og... Nei, þeir komast yfir og þeir byrja seinni hálfleikin miklu betur en við. Byrja hérna á okkur runni og við byrjum hálfleikin illa og þeir loka síðan þriðja leikinn mjög vel. Þannig að þetta var bara... Kane hann með einhvern hetju góður körfu og þetta var bara, þú veist, þannig að nei, mér fannst ekkert eitthvað að vera þannig að ég veit það ekki, þú veist, bara 50-50 leikur og vinnum, ég hef ekkert eitthvað rosa góð svör fyrir þau. Nei, ok, þetta er sería og þetta er það sem að fólkið í landinu vildi væntanlega, þetta er besta sjónvarpsefni allra tíma líklega. Og nú er það síkið á... Finnst þér það betra en nýtt líf eða? Jafnvel, vel gert, góð spurning, vel gert. Nei, ekki betur nýtt líf en næstu því. En þú veist, við hverju má fólk búast í síkinu á mánudaginn? En er ekki bara talsverðar líkur á því að þakið muni jafnvel rifta bara af kofunum? Það er náttúrulega vel byggt hjá okkar mönnum fyrir norðan, en ég held að það ekki haldi. Og engir jarðskjálftar eitthvað til þess að... Nei, en ég held að það verði gaman. Já. Og minna væntanlega get ég ekkert spurt þig eitthvað og þú veist, og það er ekkert eitthvað sem að þú breyttir í upplegginu fyrir þennan leik og... Þú hlýtur að sjá þetta allt saman, sérfræðingur sem þú er. Ég hef ekki hundsvit á þessari íþrótt eins og þú veist. Við gerum einhverja smá breytingar og heila gengur frekar illa, sko, þannig að við fórum bara í það saman. Ok, ef kannski aðeins byrja, ok, Giggs, hvað skorar hann í kvöld? Hefur ekki vantað dálítið framlag frá honum? Hefur ekki saknað, hann hefur ekki verið að hitta eins og hann hefur verið að gera. Hann bara tekur rétt skot og hann spila góða vörn og hann spila fyrir liðið og bara ég tæki þennan mann það er mér að sjó hvernig sem væri. Já, og hann fær að skjóta á þar til að hitta. Þetta er sannlega líklega best að skita í deildinni. Við spilum bara þannig að ef þú ert opinn að vera að skjóta og þú bara halda áfram að vera áræðin. En mín tilfinning eftir ég horfði, mér fannst fyrirliðin algjörlega stíga. Mjög góð, mjög ánægður með hann. Mér fannst hann bara að gera mjög vel fyrir okkur og bæði fyrir að já, hann var bara geggjað og hann er ógeðslega góður í hverjum, flottur strákur. Þannig að það er bara rokk og stuð á mánudaginn í síkinu. Já, vonum það. Flott, takk hérlega. Takk fyrir.